Formaður Sjálfstæðisflokksins, fundarstjóri, kæru félagar. Ég vil byrja á því að segja að það er gaman að sjá svo breiðan hóp kominn saman til að stilla saman strengi fyrir átökin sem eru komandi í sveitarstjórnarkosningunum. Ekki veitir af því margt er óunnið. Einnig vil ég nota tækifæri hér og óska nýjum framkvæmdastjóra til velfarnaðar í starfi. Ég veit fyrir víst að Þórður er dugmikill og öflugur einstaklingur sem hefur ástríðu fyrir sjálfstæðisstefnunni og þannig mann er gott að hafa í forystu sveitinni. Nú styttist í sveitarstjórnarkosningar og hver dagur mikilvægur í því að koma stefnu málum okkar á framfæri. Mikið hefur verið rætt stjórnmálaþátttöku ungs fólks og þess fylgistaps sem flokkurinn horfir upp á meðal ungra. Þetta hefur sem betur fer ekki gerst á öllu landinu, en einhverju niðursveifla virðist einkenna flest svæði. Og hvað er það sem veldur? Ég held að það sé óhætt að fullyrða að áhugi ungs fólks á stjórnmálum sé til staðar. Ungt fólk er frjálslynt, víðsýnt og vill tækifæri til að vera metið á eigin verðleikum. En hvað er þá sem veldur því að þessi hópur velur frekar að kjósa flokka sem beinlínis hafa það á stefnuskránni að takmarka frelsi einstaklinga og rétt þeirra til athafna? Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft það fram yfir aðra flokka að hann stendur málefnalega vel að vígi. Grunngildi okkar eins og valfrelsi, minni miðstýring og ábyrgri fjármálastjórnun er eitthvað sem ungt fólk sækir í. Við erum ekki flokkur sem hækkar skatta og eyðir almannafé í gæluverkefni. En eitthvað virðist það að fara úrskeiðis við að koma þeim boðskap til skila. Ég tel að sú stefna sem hefur verið rekin víða land í sveitarstjórnum sé ekki í anda þess frelsis sem grunnhugsanir flokksins byggjast á. Allt og víða er lítið sem aðgreinir Sjálfstæðisflokkinn frá öðrum framboðum. Og allt og víða er tilhneigingin sú meðal frambjóðenda Sjálfstæðisflokkinn fyrir sveitarstjórnarkosningar að reyna að breiða yfir grunnstefnu flokksins og þykjast bjóða fram fyrir einhvern allt annan flokk en Sjálfstæðisflokkinn. Slíkt kann auðvitað ekki góðri lukku að stýra. En verst af öllu er þegar kjörnir fulltrúar flokksins að kosningum loknum kjósa hreinlega að gleyma á grundvelli hvaða stefnu þeir voru kjörnir og byrja að samþykja fjárhaustur í eitthvað allt annað en lögbundið hlutverk sveitarstjórna kveður á eða finnst of óþægilegt að skera niður til að lækka skatta. Og er það nema von að kjósendur hugsi sig tvisvar að veita slíku framboði aftur brautargengi. Kæru félagar, gjaldmiðill sem ekki hefur tiltrú fólks verður aldrei marktækur. Gengi hans fellur og aðilar róa á önnur mið. Ef traust eykst að nýju þá hækkar gengið og vinsældir gjaldmiðilsins þar með. Þarna er ég auðvitað ekki að tala íslensku krónuna, en það virðist hún lúta einhverjum allt öðrum lögmálum. En í þessum efnum sem öðrum er traust algjört lykilatriði og það á að sama skapi við fylgi stjórnmálaflokka. Val einstaklinga í kjörklefanum byggist fyrst og fremst á trausti og trú á að flokkurinn sem atkvæði fær framkvæmi það sem hann segir standa fyrir. Þessu trausti má alls ekki glata og það skiptir máli að vera staðfastur og trúr þeim grunngildum sem maður stendur fyrir. Í komandi sveitarstjórnarkosningum er afskaplega mikilvægt að Sjálfstæðisflokkurinn segi hátt og skýrt við kjósendur. Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur sem berst fyrir auknu valfrelsi einstaklinga og hefur það að leiðarljósi í allri stefnumótun á sviði menntamála, velferðarmála og skipulagsmála. Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur sem lofar að lækka skatta og gengur hreint til verks fái hann til þess brautargengi. Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur sem lofar ekki alls konar rugli eins og frítti hitt og þetta fyrir hinn og þessa á kostnað útsvarsgreiðanda. Heldur berst gegn sóun og almannafé og lækkar skuldir sveitarfélaga. Og Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur sem berst gegn þenslu hins opinbera og aukinni miðstýringu og hagræðir í opinberum rekstri og sker niður með því að leysa á læðingi krafta einkaframtaksins. Góðir fundarmenn, þetta er ekki mörg loforð og þau eru ekki flókin. Enginn þarf að veltast í vafa fyrir hvað Sjálfstæðisflokkurinn stendur. Skilaboðin eiga að vera þessi: ef þú kýst Sjálfstæðisflokkinn, þá er það sjálfstæðisstefnan sem ræður.
Ég sannfærður að við munum fara vel nestuð og klár til góðra verka ef við tökum ekki nema bara þessi einföldu sannindi með í fartaskið að loknum þessum fundi. Og ég sannfærður að ungt fólk muni að nýju verða reiðubúið að hlusta ef okkar málflutningur grundvallast á frjálslyndum, borgaralegum gildum Sjálfstæðisflokksins, þar sem frelsi einstaklingsins og umburðarlyndi fyrir alls konar eru í forgrunni. Og þetta barátta sem ungir sjálfstæðismenn taka þátt í heils hugar. Takk fyrir. Við þökkum Magnúsi Júlíussyni fyrir hans erindi og þá lokið erindum formanna landssambanda. Þau voru flest með mun styttri erindi heldur en ég hafði átt vona og þannig að við erum aðeins á undan í dagskráni. Og nú komið að því að, já, ég ætlaði bara að segja það að varðandi erindi Magnúsar að það mjög mikilvægt að við virkjum sem best unga sjálfstæðismenn í þessari baráttu og það mjög gaman að sjá að víða mjög ungt fólk á listum sem að gefa til kynna, það tölver endurnýjun í flokknum og það mjög mikilvægt. Og við þurfum auðvitað að hugsa það, öll sem eitt, hver ástæðan fyrir þessu og Magnús nefndi hér mjög mikilvægt dæmi sem við eigum að hafa í huga. Grunngildin, grunnstefnan auðvitað alltaf það sem liggur undir hjá okkur þegar við erum að móta okkar stefnu. En þá ætla ég að biðja varaformann Sjálfstæðisflokksins Hönnu Birnu Kristjánsdóttur að koma hér og fjalla tillögu stjórnar flokksráðs sérstakan flokksráðsfund í haust. Gjörðu svo vel, Hanna Birna.